Flest sem varðar börnin í landinu, svona í stóru myndinni, gengur vel vegna þess að við eigum gott leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla kerfi meðal annars og við eigum styrkar fjölskyldur og foreldra og stórfjölskyldan líka að sinna börnunum vel í flestum tilvikum. En það náttúrulega áhyggjuefni meðal bæði ýmissa hópa barna, til dæmis það sem báðir foreldrar eru atvinnulausir eða annað foreldri, jafnvel það yfir 11.000 börn í landinu sem eiga atvinnulausa foreldra og yfir næstu 500 börn sem eiga báða foreldra atvinnulausa. Og þarna áhyggjuefni og einnig gagnvart þeim börnum sem að búa hjá einstæðum foreldrum og kannski innflytjendum sem ekki hafa mikið stuðningsnet, sem standa svona berskjölduð gagnvart þessari kreppu. Og auðvitað eru ungu fjölskyldurnar oft, og það sýnir sig, það eru skuldugri og eiga þar af leiðandi í meiri fjárhagsvanda heldur en þeir sem eldri eru. Og það eru ungu fjölskyldurnar sem eru með börnin, þannig að það áhyggjuefni. Einnig sér maður náttúrulega mun á landsvæðum og sveitarfélögum hvar skóginn kreppir og þá vil ég sérstaklega nefna að það ber að huga að fólkinu á Reykjanesi þar sem hæst atvinnulausið og menn þar af leiðandi að glíma við stærri vanda heldur en margir aðrir. Ef þú ættir að brýna hópinn? Ég vildi nú fyrst og fremst segja að við þurfum að verja það kerfi sem við eigum. Velferðarkerfið okkar allgott, innviðirnir eru góðir miðað við mörg önnur lönd, þó við gætum gert betur í ýmsu. En ef okkur tekst að verja það, ef við látum ekki skera niður of mikið í skólanum eða leikskólanum, grunnskólanum, og ef við látum ekki skemma það góða félagsþjónustukerfi sem við þó höfum komið upp og frekar að bæta það núna á erfiðum tímum. Ef einhvern tíman þörf fyrir velferðarþjónustu, þá það nú. Og ég veit að sum sveitarfélög hafa verið að forgangsraða í þágu barna og fjölskyldna og það vel.